Verið velkomin og gott að sjá okkur. Það verður ýmis fróðleikur hér í dag. Sumir hafa kannski aldrei heyrt það sem borið verður á borð hér í dag. En áður við kannski byrjum að leggja út í hendurnar á Drottni. Við hafum að vera með okkur. Kæri himneski Faðir. Elsku Faðir, enn og aftur erum við komin hér saman í húsi þínu og fáum að fræðast í orði þínu. Við byggjum á sérstakann hátt að vera með Steinþóru, við gefum hann orð að mæla, þinn heilagi andi fylli hann og gefum hann allt það sem hann þarf til þess að koma boðskap þínum á framfæri. Við byggjum að fylla okkur anda þínu svo við séum móttækileg fyrir því sem þú hefur að segja hér í dag og við byggjum nærveru þín og blessun. Í Jesú nafni byggjum þakka. Amen. Gerðu svo vel, Steinþór. Í byrjun þessa erindis vil ég geta þess að í Opinberunarbókinni söguþráðurinn ekki númer 1, 2 og 3 þannig efni frá byrjun til enda. Heldur fer Jóhannes frá byrjun að einhverju öðru efni síðar í bókinni og kemur tilbaka og fer svo aftur framfyrir framfyrir það sem hann talaði þar áður. Þannig að hann að stökkva fram og aftur. Þetta eru margar sýnir, þetta er ekki bara ein sýn. Og svo skrifar hann í belg og biðu eftir því sem að heilagur andi opinberar efni fyrir honum. Þetta að stökkva svona fram og aftur mjög algengt í spádómum Biblíunnar. Sjáum til dæmis Daníelsbók. Þar svo augljóst að það stundum verið að tala ekki endilega í beinni atvikaröð frá A til Ö, heldur fram og tilbaka. Og ég vil geta þess líka að við erum núna í kvöld að rifja upp eitt og annað sem kallað reiðivín í þessum bikar sem konan, þessi klædd skarlati á dýrinu, þessi sem táknar trúarlegt afl hér á jörðu. Það táknar allskis kenningar, alls konar boðskap, villukenningar, rangan boðskap, eitt og annað sem stelst ekki þegar það borið saman við Biblíuna. Og þetta ætlum við að skoða í dag og það sem við ræddum síðast, það voru plágurnar 7. Og ég sagði þá, þetta er það síðasta sem gerist áður Kristi kemur. En þið sjáum núna í 17. kaflanum og 18. kaflanum, það eitthvað sem við fjöllum sem kemur eftir plágurnar. Nei, fyrirgefiði, á meðan á plágurnar stendur. Svo plágurnar, eru það síðasta áður en að náðartíminn þá bara búinn. Það er það sem ég að leggja áherslu á. Að þá í 18. kaflanum atriði, alveg sérstaklega, sem hvetur fólk til að gera ákvörðun, að meðtaka Drottinn og hans orð undanbragðalaust. Og það gerist áður af plágurnar falla. Svo ég mátti til með að árétta þetta því að þetta getur valdur ruglingi ef að fólk áttar sig ekki á því að þetta svona verið að fara fram og tilbaka. Svo vil ég líka minna á það að þegar að Biblía var skrifuð fyrir 2000 árum síðan, Nýja testamentið og Gamla testamentið fyrir 3500 árum, þá voru engar kommur eða punktar eða spurningamerki eða upphrópunarmerki. Það var engin prentun til. Þetta kom allt saman seinna, svona fyrir 400-500 árum síðan, frá dögum Lúthers og annarra siðbótarmanna. Og þá urðu til kaflaskipti. Þetta hefur allt verið sett inn í Biblíunnar og margar mismunandi þýðingar í ýmsum löndum til þess að auðvelda okkur að finna eitt og annað í Biblíunni og rata fram og tilbaka. Svo að
við höldum kannski að kafli númer 1, kafli númer 2 og kafli númer 3, þetta komi allt í þeirri atvikaröð sem að hann sá, ekkert endilega, það er þannig Jóhannes. Svo nú held ég að við getum byrjað með þetta og ég set hérna á tjaldið bikar og minni á að í opinberunarbókinni er innihald bikars notað til að tákna boðskap, ýmist góðan boðskap eða falskan. Það er nefnilega bikar líka sem að inniheldur boðskap frá Guði. En það er alveg áberandi fyrir þá sem á annað borð lesa Biblíuna gaumgæfilega að sjá að fyrir hvern einasta sannleika sem að Guð gefur þjónum sínum til að opinbera fólki hér í mannheimi á ýmsum öldum, að þá kemur óvinurinn með annan boðskap, stundum mjög líkan en mjög falskan. Og þetta getur fólk ekki átt þess á, nema því aðeins að það lesi Biblíuna. Biblían er eina vörnin minir. Við getum sagt Drottu verndar mig og svo framvegis, en hann ætlar okkur að lesa Biblíuna. Þetta er áttaviti okkar til þessi dýrlega eilíða ríkis Drottins. Það er í orðinu sem við uppgötum Jesú Krist og allt hjálpræðið í honum. Og ef við vanrækjum orðið, hunsum eða bara sinnum því ekki að lesa orð Guðs, boðskapinn, hreinan og ómengan eins og hún er þar, að þá er auðvelt fyrir óvinn Guðs og manna. Og jafnvel mennska menn sem gefa sig út fyrir það að vera boðberar sannleikas að blekkja okkur. En við þess vegna munum að í opinberunarbókinni er notaður bikar, einn eða annar, ýmist með góðan boðskap eða rangan boðskap, eftir því hver heldur á bikarnum. Í 17. kaflanum, það lesum við frá byrjun, og einn af englunum 7 sem halda á skálunum 7 kom til mín og sagði, kom hingað og ég mun sýna þér dóminu við skækjunni miklu sem er við vötnin mörgu. Skækjan er kona sem að tákna söfnuðinn. Þetta er ekki venjuleg kona og alls engin kona, en táknmyndin kona stendur fyrir söfnuð. Og þegar það er skækja, að þá eru fráfallin og stendur ekki fyrir hinn sanna söfnuð Guðs. Í öðru versi segir konungar jarðarinnar hafa drygt saurlifna með henni og þeir sem á jörðinni búa hafa orðið drukknir af saurlifnaða víni hennar. Saurlifnaða vín víkur aðeins að boðskap sem er svo gjörsamlega mengaðra af villu og stundum lygum að Guð velur þessi orð til að lýsa hversu fráleitur þessi boðskapur er til þess að kallast sannleikur, sem hann er ekki þegar hann heitir, saurlifnaðar vín. En takið eftir því að konunga jarðarinnar, að þeir hafa látið blekkjast af skækjunni miklu. Skækjan mikla er eitt orð, eða ein lýsing á því sem einnig kalla Babylon. Babylon þýðir ruglingur, ringulreið. Svo það er þetta stærsta kristilega trúfélag á jörðinni sem að leiðir fólk afvega, trúalega séð. Og margir munu farast að eilífu, þykir mér leitt að segja, einmitt vegna þess að þeir lásu aldrei Biblíuna og gerðu sér aldrei grein fyrir blekkingu sem eiga sér stað. En konungar jarðarinnar, ráðamenn, þeir láta blekkjast. Og það segir hérna. Og menn hafa meira sér orðið drukknir af þessum blekkingar boðskap, þessara móður kirkju, en svo munið eftir því að það var ekki bara dýri sem kom upp úr hafinu sem táknar þessa aðal kirkju, það var líka talað líkneski dýrsins. Þar er átt við fráfallna mótmælendakirkju sem byrjaði vel og hrein á dögum Lúthers og annarra siðbótarmanna, en nú er það farið að verða eins og móðurkirkjan og þess vegna er þetta afl, mótmælendahreyfingin,
kallað líkneski dýrsins, af því það kennir eins og móðurkirkjan. Guð kallar þá ótrúmennsku og framhjáhald þegar fólk hans trúir á skurðgoð og falskan boðskap. Og skurðgoð ekki bara einhver tálguð mynd eða höggmynd eða ekkert endilega steypti líkneski, heldur bara hvað sem að tekur upp huga þinn og hjarta og kemur í staði fyrir hollustu þína við Guð eða frelsara þinn. Svo skurðgoð getur verið peningar þess vegna eða hvað eina annað sem tekur upp huga þinn, en það einnig á við falskan boðskap. Þá það frá 3. versi og áfram í 17. kafla Opinberunarbókarinnar. Þar segir: og ég sá konu sitja á skarlatsrauðu dýri, alsettu guðlöstunna nöfnum. Guðlöstun, það þegar einhver setur sig eða kynni sjálfa sig sem væri hann eða hún Guð. Nema hér það þessi kirkja, þetta trúarlega vald sem segist vera Guð, og ég geti sýnt ykkur tilvitnun þar að lútandi, og eða þá krefsti hollustu og hlýðni eins og Guð væri að ræða. Svo segir að hún hafði í hendi sér gullbikar fulla viðurstyggðar og var þá óhreinleikur saurlifnaðir hennar. Hér vikið að bikarnum og innihaldinu aftur og aftur. Þetta boðskapur, vinir, sem blekkir og leiðir fólk alvega. Og það svo sorglegt að gera sér grein fyrir því að mikill meiri hluti íbúa jarðarinnar, samkvæmt orðu Jesú Krist, munu farast að eilífu vegna þess að lögðu allt sitt traust á þessar blekkingar. Þennan boðskap í þeim bikar sem hann kallar viðurstyggð. Í 5. versi segir hann: og á enni hennar, það segja konunnar, var ritað nafn sem leyndardómur. Babyloni mikla, hérna sjáum við þetta sama valdi. Þessi kona sem orðið svo spilt, hún byrjaði hrein á dögum apóstolanna. Hreinn söfnuður, einn af söfnuðunum, eða bara kirkjan yfirleitt í byrjun sem talar frá fyrsta söfnuðinu af þessu 7 söfnuðum í 2. og 3. kafla Opinberunarbókarinnar. Nema eftir þessi líður á Opinberunarbókina að þá konan, söfnuðurinn, kallaður sem sagt óhrein kona eða saurlífiskona og nú komið að Babylon sem nafni yfir þetta trúarlega vald. Og þetta Babylon hin mikla, móðir hórkvenna og viðurstyggða jarðarinnar. Og ég sá að konan var drukkin af blóði hinna heilugu og blóði Jesú votta. Hvaða kirkjuvald var það? Trúarlegt vald sem ofsótti siðbótarmennina og kristið fólk í gegnum dimmar miðaldir. En það var ekki páfadómurinn. Þúsundir, sagnfræðingar segja milljónir manna létu lífið vegna þessa að þeir dirfðust að lesa það sem þau gátu nálgast af heilugum reikningum Biblíunnar eða sögðust trúa samkvæmt Biblíunni og þá í berhögg við það sem að Rómarkirkjan kenndi þeim. En tókuð eftir því að hér talaðum móðir hórkvenna. Páfavaldið í dag talar sjálft sig sem móður kirkju, allra kristinna kirkjufélaga. Og móðurkirkjan, svo ég noti það nafn sem að páfakirkjan notar í dag, að kalla á dæturnar að koma heim aftur. Þetta var bara í fréttum, ekkert fyrir löngu síðan, þar sem að talsmaður Páfagars var einmitt að skírskota til kristinna safnaða, hvaða trúfélag sem var sem hét Kristi, komið aftur heim. Það engin mótmæli lengur, því að það sama boðskap og við, segir páfadómurinn. Hér við vikið að móður hórkvenna
hórkonur hér í Upprunabókinni eru kristin trúfélög sem hafa vikið frá mótmælenda stefnu Martins Lúthers og vikið frá orði Guðs. En við höldum áfram. Frá 7. versi segir að engillinn sagði við mig, skrifar Jóhannes, hví ertu forviða? Ég mun segja þér leyndardóm konunnar og dýrsins sem hana ber. Dýrið sem þú sást var en ekki. Og það mun stíga upp frá undirdjúpinu og fara til glötunar. Munið eftir því að það var dýrið sem að réð öllu, hérna í sögunni, kristinni sögu, en svo var það selt til ólífis. En svo læknaðist þetta sár. Hér því lýst bara á annan hátt, sömu orð, önnur orð yfir það sama, dýrið sem var. En ekki. Og það mun stíga upp frá undirdjúpinu. Undirdjúpið bara þjóðahafið. Því að okkur er sagt í Upprunabókinni að vatnið eða vötnin sem þetta dýr kom upp úr á sjónarsviði hér í heimi, að það fólk og líðir og kynnkvíslir og tungur, sem sagt þjóðir heimsins. En það mun fara til glötunar eftir að það kemur aftur upp á sjónarsviði. Það þegar komið í ljós. En nú það bara sá tími sem eftir þegar að það, dýrið, þetta trúlega vald, móðir kirkjans og köllum, fer til glötunar. Það þegar að Kristi kemur. Svo segir áfram, og þeir sem á jörðu búa, þeir sem eiga ekki nöfn sín skrifuð í lífsins bók frá grundvöllum veraldar, munu undrast þeir sjá dýrið. Og hér verða að tala íbúa jarðarinnar. Þeir verða alveg undrandi yfir fyrsta lagi hvað þetta vald verður voldugt. Það getur skikkað alla til að sitja og standa eins og því sýnist og komið því til leiðar að enginn geti keypt eða selt nema að það meðtaki merki dýrsins og hlýði því og tilbyði eins og því sagt að gera. Ég að vitna í 13. kaflann í Upprunabókinni. Og það eru þeir sem að láta blekkjast, að þeir undrast og þeir eru eftir að sjá, eins og segir þetta sé í 19. kaflanum, að þeir undrast þegar að dýrið ferst, þegar þetta trúlega vald verður bundin endir á það. En það mun ég lýsa öllu næsta sunnudag, í næsta erindi. Ég vil líka geta þess, vinir, að ég stikla mjög á stóru hér. Hvert einasta erindi sem ég hef flutt hér, hverju sinni, væri nóg í viku erindi á hverjum degi, heila viku hvert. En ég stikla á stóru og hugsa mér að gera betur eftir áramót í ítalegri biblíurannsókn sem mun eiga sér stað hér. Svo erum við komin í 12. versi og þar áfram í 17. kaflanum og hornin 10 sem þú sást eru 10 konungar sem enn hafa eigi tekið konungdóm. Hér átt við á tíma Jóhannesar voru þessi konungar ekki komnir fram. Þeir höfðu enn ekki orðið konungdómur hver fyrir sig á þeim tíma sem Jóhannes skrifar. En heldur fá vald sem konungar eina stund ásamt dýrinu. Skamma stund munu þeir koma upp á sjónarsviðið og ef við tækjum fyrir til dæmis Daníels bókanámskeið sem að vera gaman að fara yfir með okkur einhvern tímann, að þá svo auðvelt að sjá að þessi konungar eru þau veldi, þær þjóðir sem að við köllum vestræna þjóðir í dag. Og það segir að þessi konungar hafa allir eitt ráð. Vorum við að tala sameiningu og samráð og máttinn og vald sitt gefa þeir dýrinu. Minnistu þess að við lásum í 13. kaflanum að dýri, þetta trúlega vald, kemur öllum svo að segja á jörðinu til að trúa eins, eða verða refsað. Konungarnir munu aðstoða dýri til að koma því í kring. Það segir hérna að þessir allir hafa eitt ráð, eitt samráð og máttinn og vald sitt gefa þeir dýrinu.
Þessu muni heyja stríð við lambið. Lambið er Jesús Kristur og boðskapurinn sem við höfum og orð Guðs boða, það verður háð stríð gegn því, gegn okkur, öllu þeim sem treysta orði Guðs, sem treysta Jesú Kristi og meðtaka hans sem drottinn sinn og frelsara. Það verður háð stríð við þá, ekki með vopnum, heldur verður þeim hótað. Annarkvöld gegni þig, annarkvöld hlýði þig, eins og allir hafa komið sér saman bæði þetta trúalega vald, páfadómur, eða líkneski dýrsins, fráfallin mótmælenda kirkja, eða konungarnir. Þeir hafa allir eitt ráð á lokum og sá tími að renna upp. Mörg ykkar vafalaust munu lifa það að sjá það gerast. Og ég held að sé þeirra byrjað. En svo segir, og lambið og þeir sem með því eru hinir kölluðu og útvöldu og trúu munu sigra þá. Það að segja, þessa fráfallnu kirkju, þessa móðurkirkju og konungana. Við munum sigra undir stjórn lambsins sem Jesús Kristur. Og svo segir að því að lambið er drottinn, drottnum og konunga. Þetta er svo skýrt vinni. Allt sem að finna hérna línu eftir línu á tjaldinu, þetta allt tekið orðrétt upp úr Biblíunni, upp úr Opinberunarbókinni. Og Opinberunarbókin er ekki erfið bók, þetta er galopin bók. Og bara þessi gefa sér tíma að skoða og lesa og rannsaka, að ég tala nú ekki að biðja Guð að opna hugi þeirra hjörtu til að skilja og meðtaka. Hvernig byrjaði Opinberunarbókin? Sæll sá sem heyrir og sá sem varðveitir þennan boðskap, því að tíminn er í nánd. Lesið þetta aftur og aftur. Fyrstu orðin í Opinberunarbókinni minni, það setur ykkur alltaf á beina braut. En þið í vafa. Opinberunarbókin er fyrir okkar daga, okkar tíma, til að segja okkur hvað er í vændum. Svo er það frá 15. versi í 17. kaflanum og engillinn sem sagt sagði við Jóhannes, vötnin sem þú sást, þar sem skækjan situr, eru lýðir og fólk, þjóðir og tungur. Sjáu þið hvað þetta er skýrt? Þetta er ekki bara vötnin tákna eitthvað, það eru þjóðirnar. Og upp á meðal þeirra kom dýrið og líkneski dýrsins. Svo segir í 16. versi, og hornið 10 sem þú sást og dýrið munu hata skækjuna. Hérna kemur að því að þrátt fyrir allt sem þeim hafa gefið, þetta vald og samráð dýrinu, þá kemur sá tími að þeir munu hata skækjuna. Af hverju? Af því þá uppgötva þeir seinan. Förum við það næsta sunnudag. En þá uppgötva þeir seinan, þeir hafa verið blekktir. En náðartíminn er á enda. Þá. Þess vegna munu þeir komast á raunum blekkingarnar og hata skækjuna sem er móðurkirkjan sem leiddi allar aðrar kristnar kirkjur afvega. Svo segir þarna, og dýrið, hornið 10, það eru konungarnir, og dýrið sem þú sást munu hata skækjuna og gera hana einmana og nakta. Það verður flett ofan af blekkingum hennar. Eta holt hennar og brenna hana í eldi. Við munum lesa næst það er að segja næsta sunnudag. Þá lesum við eld sem þar kemur við sögu. Svo segir, því að Guð hefur lagt þeim í brjóst að gjöra vilja sinn og vera samráða. Sjáu þið samráðin? Eininguna. Þessi eining sem kristni söfnuðu boða í dag, snýstu það, við verðum allir að vera eins. Enginn að vera með öðruvísi boðskap en aðrir. Allir að vera eitt. Þetta er þetta samráð sem við ítrekka hér í Opinberunarbókinni. Og Guð í kærleika sínum að vara okkur við. Gætið ykkar, látið ekki ánetjast. Við getum haldið áfram næstu því endalaust á komandi árið að rannsaka orð Guðs varðandi allt þetta sem hér kemur fram. Ég er aðeins að stikla á stóru og það mjög stóru. Stór skref. Jæja, og þeir gefa, ég ætla að lesa aftur 17. versi, því að Guð hefur lagt þeim í brjóst að gjöra vilja sinn og vera samráða og gefa ríki þeirra dýrinu
og hér er þetta sagt aftur, allt til þess er orð Guðs koma fram, þessi spádómar, þegar þeir rætast, það er það sem þýðir að orð Guðs kemur fram í dagsljósi. Og konan sem þú sást er borgin mikla, hérna er sama sem merkir, sko, að konan sem táknar Rómaveldi, það segir hérna Páfadóm og hérna Babylon, þetta er eitt af því sama. Og þá er það sko borgin mikla Babylon, þá er komið miklu meira inn í þetta trúarlega samráð. Því að þá eru allir kristnir söfnuðir svo að segja komnir í samráð með móður kirkjunni. Og kona sem þú sást er borgin mikla sem heldur ríki yfir konungum jarðarinnar. Hérna er ég með mynd af Péturskirkjunni í Róm og kona sem þú sást er borgin mikla sem heldur ríki yfir konungum jarðarinnar. Þetta er 18. versi í 17. kaflanum. Stundum svarar þetta ekki. Já. Hérna, þetta sameiningarvald, Já. mun það ná til annarra trúarbragða en kristni? Til Já. Að reyna að sameina það? Já, og þetta er ekki mín orð, því það stendur í 13. kaflanum í Óperunarbókinni að öll jörðin fylgdu dýrinu með undrum. Móhammestrúar, hindúar, Búdda, trúleysingjar, öll jörðin, nema þeir sem neita að taka við merki dýrsins. Merki dýrsins, við höfum eftir að komast betur að því seinna. Ég held ég hef vikið að því áður í 14. kaflanum í Óperunarbókinni. Merki Guðs er hvíldað drottins. Merki Páfakirkjunnar, samkvæmt þeirra eigin orð, er sunnudagurinn. Og þeir eru stoltir af því. Og þeir núa mótmælendur því nasi. Ég hef komið með tilvitnun þar að lúta þetta hér en á Nóaví, við kynnum upp á það síðan. Það sem þeir segja, sú staðreind að þið, mótmælendur, segja talsmenn Páfadóms. Sú staðreind að þið haldið sunnudaginn heilagan, sýnir að við höfum vald til að skipta hvíldardag því að þið farið eftir okkar fyrirmælum. Og mótmælendur eru gjörsamlega mát þarna, því þetta er sagt. Og þeir segja sjálfur mér að segja, talsmenn Páfans, það er ekki staf krók að finna í allri Biblíunni sem segir okkur að halda sunnudaginn heilagan. Við, kirkjan, og þá hefur við Páfatónin, við skiptum hvíldardag. Svo já, það er öll jörðin mun að mestum þeir segja öll jörðin, en það er undantekningar þegar Guð á sér fólk þegar að menn halda það sé einhver eftir. Já, menn það bara er sko að því að það bara gæðindi fyrir það þá tóku rútu og tóku fólk af lífi 20 manns, ekki lásu úr konunni, gátt ekki eða vildi ekki lesa um konunni. Gott að þú nefnir þess og kemur með þessa spurninga því að þannig er það að við teljum hvernig óskaplega getur þetta gerst. Ég er sannfærður í ljósi spádóma Biblíunnar að það mun verða slíkt öngþveiti í heiminum af ýmsum orsökum. Það getur verið náttúruhamfarir, það geta verið hungur, sjúkdómar, jafnvel eitthvað ennþá verið nebóla og það bara getur verið ráðaleysi þjóðanna, eins og segir í Lúkasi 21. Ráðaleysi þjóðanna við drunur, hafs og bringni, segir. Þeir ráða ekki við neitt, þá leita þeir til Páfadóms. Og Páfadómur hefur sagt það skýrt og við höfum tilvitnanir skriflega frá þeim varðandi það að þeir bíða bara eftir svona tækifæri. Náttúruhamfarir, hvað þá snert.